Doktor Fútból heilsar frá Túborg 10. Við erum nú inn í Túborg 10 þannig að sjá hana fallega ból sem Doktor Fútból í Svartir Sandar Volume 2 No Ad Edition og svo komið Black Combat Brúsi í hjá Boltamannurinn að selja þetta það að segja bæði þetta bæði þú ert komin í Welcome to Dog Zone bólinn glæsilegur í honum Gunni meðan að Svartir Sandar Volume 2 þar kilinn minn góði allt saman í Boltamannurinn farið í Boltamanninn smá gjöf hérna til þín þetta frá Jóni Trausta sem með ösku eigandinn og allur pakkin Fyrsti brúsin Mercedes brúsi það var að heyra sem sagt Gunni Jaguar og búin að byggja sér alla sína sjálfsmynda á Jaguar-merkinu hann farin yfir í Mercedes og hann fréttaði þetta eru fallega móttökur frá öskumönum já, þeir sögðu að það voru tveir brúsar þeir látaði fá AMG sem aðeins dýrara eins og þú þekkir sem Mercedes kall þetta eru bestu, þetta eru frábæri bílar Kia eru líka auðvitað stórvinni Doktor Fútból þeir eru með bílasýningu EVAF, það ekki EVAF 5 sem þeir eru að fara að sína maður orðin ansi spenntur fyrir því talandi spennu þá verði ég á Svei appinu S2A já, nú erum við að prófa okkur áfram keftum alvöru peninga farið inn á Svei appið og keppiði það Premier League spurningakefni klukkan 2 í dag við ætlum ekki að hafa þetta á kvöldin en eitt slít við ætlum að byrja þetta bara svona klukkan 2 á föstudegi og þarna verði bara live að spyrja spurninga þetta skemmtilegt, tjekkja á þessu hafið þið farið á Svei appið? Já, ég hef búin að prófa þetta þetta mjög skemmtilegt þetta mjög gaman þetta mjög gaman og sniðugt dæmi hjá þeim svo að hapatreyðunar þær eru með Doktor Fútból við ætlum að beða ykkur að opna þetta ég L þú ert S Keli og svo það hérna svona þetta þið getið séð þetta já, opnið þetta bara nú meðan ég fer yfir stöðuna því að Doktor Fútból og fitnessport eru með alls konar fitnesspakka í gangi það að segja alls konar mismunandi leiðir til að gera þetta Shilanjitið að sjálfsögðu til hjá fitnessport hvað fenguðu brósar? Herðu Hull City Appelsínugult alltaf flott sko það fer þér vel ég fekk Barnsley þú veist Barnsley já, hvað ert þú í? ég fekk nú treyju sem ég á ekki ég fekk Manchester United þetta þriðja treyja? Navy blá já, hann sé falleg treyja ég held þetta sé fræga treyjan á Emirates á janúar held þetta sé hún gott ef þetta sé ekki hún ég held þetta sé treyjan fræga frá Joshua Sirksey leiknum svo einhverjir kallan já þetta glæsett svissneskt yfirbræð þessu Túborg tölmum boltan Túborg Classic official bjór þeirra sem að horfa á fótbolta og spila golf auðvitað einhverjir byrjar að drekka light sem svolítið skondið en það nú yngri kynslóðan einhverjir en harðhausar, þeir drekka Túborg og þú veist, það ekki til neitt lager eins og Túborg græn en það einmitt komið með óvart hvaða eru margir svona, ég held að væru harðhausar í kringum mig farnir nefnilega svolítið að drekka light sko, því nú drekka ég ekki sjálfur það fyndið, það bara fyndið en það eru krakkar á þínum aldri þeir eru reyndar svolítið nei, en þeir eru mitt á milli okkar myndi ég held að það er svolítið vandræðilegt á vissanátt að fullorðnu menn sé að gera þetta en Túborg græni besti lagerinn og hann fæst auðvitað líka í smáríkinu alveg eins og allur annur bjór fæst í smáríkinu og endilega fylgist þið með því ég var sko, þeir voru eitthvað að spája að henda á því öskju einni viskiflösku ég sagði þeim að no nei hún færi þá bara upp á hillu heima fáum okkur kannski smá dreit til í kvöld ef að velfer á eftir ef velfer á eftir sveimi þá að fá okkur smá dreif til Tékkland byrja sko 50% afsláttur af Doktor Fútból sendi við ætlum að henda þessu í spurninguna þessi verður alls ekki á Svei S2A appinu í dag þessi spurning með tölvutek aldrei mig veg já, engin þurrkari komin heim til mín countdown ennþá í gangi höfum það á hreinu, hvað merkir þetta strókar? Þetta Bilbao Athletic Bilbao þetta Cadiz ekki Cadiz jú, þeir eru fyrir hliðin á Cadiz þetta ekki fyrir neðan hægri það ekki Espanjóla? Nei, ég sé þetta á þess þetta eða hvað? Kórónan hann Kórónan, hvar eru við þar?
Já, ég minna á það að þú að fáast öll heimistæki Ef niðri vinstri það Osasuna? Já, vel gert. Þetta Real Sociedad. Nei. Þetta að koma tími. Niðri í hægra horninu þegar skammast ykkur. Já, þetta að koma tími. 7 milljón sinnum. Sko, ég með Cadiz og Osasuna, sko. Þetta stendur óvunni vel. Hvað kemur þetta ekki? Þetta ekki Deportivo La Coruña? Nei. Þegar báði komið þarna fjölskyldnar eitthvað elskar þetta þegar báði Já, þetta Tener í maður hefur séð þetta milljón sem bara leið og ég sagði þegar við báði stund og gott kynlíf þá mætti Kili Já, svona bara Kili minn förum á Powerrankum njóndum lífsins í leiðinni Dynout með borðapantanar Dynout með gjafabrifin góðu Já, það leikur í kvöld á Laugardalsvelli Keli, þú ert svona Laugardalsvallar kall Já, svona genið tíðina hefur verið bæði og átt mína góðu stundir og slæmustundir og nú ætlum ég að fara yfir slæmustundirnar Já, þetta Inga Tinna aðeins svo gaman að þegar Keli reiður það eitthvað við konur sem að það gaman að þegar Keli verður reiður það kveikir eitthvað í þeim það tattúin, það skeggið og já, það margt Heyrðu, 5. sæti, þar ég með Breiðablik KR 2008 5 mestu vonbrigðin hjá Kela á Laugardalsvelli nr. 5 Já, 5. sæti, Breiðablik KR 2008 og töpuðum við vító voru líka bara allt ömuleg víti og hann alltaf toppaði með vítaspyrnu og Alfreds með endaði við Þróttar Emili sko Já, og fekk hann lestur frá þér Nei, það er bara alls ekki enda var hann bara almaðurinn allan þessu 2 árin og svona borgaði svolítið tilbaka Númer 4 Heyrðu, Ísland-Lettland 2007 4-2 tap Það ég svona frekar nýlega að byrja að mæta völlin En minn fyrsti landsleikur í 3. sæti Það er Ísland-Búlgaría Já, það er Berbatov leikur Berbatov sýningin Rokko að pakka saman þar Já, það er svona 2003 3-1, já 3-1 Spældi, voru fóldræðin ekkert að fara með á landsleiki? Nei Gaman að fara á fyrsta landsleiki 2004, þetta var fyrsti landsleikur, já 13 ára? Já Ok Þú ert mikið í því Það er oft þannig í Kanada að fóreldrar voru aldrei að gera neitt með krökkum Ekki raskat Ég fór aldrei eitthvað útilegur eða hvað hann Fyrsti landsleikur minna 2006 Fór mikið til Rísjar, Akurar Heyrðu, annarsæti það er Breiðablik Stjarnan 2018 Bara viðbjóðslegu leikur líka Það var svo kallt Já Og þarna maður hefði einhvern veginn þraukaði fram í vítakeppnina og smurði bara mábrið Og svo vita allir hvað er fyrst sæti Ég var þar, bara því miður Ísland-Liechtenstein 1-1 Viðbjóður Það var alvöru viðbjóður Það er 2007, það er ekki Júli Sverrisson að þjóla þá Jó, Brynjar Björn með markið og þeir jafna á inni frægum mínútu 69. Já, það var rifið upp Það var ágætis hörmung Já, maður á margar slæmar minningar af þessum velli Já Hver er vest af þessu öllu? Já, það er svolítið sko, við vorum alltaf að tapa Þegar ég er mjög lítill erum við að tapa mjög illa fyrir austu þjóðurum mjög reglulega Svona 80s töpum held ég 6-0 eða 5-0 Andras Tóm skoraði nokkur mörk Vestum, það var náttúrulega ágætis vonbrigði bara í síðasta mánuði þegar ég fór á hann nýja Laugardalsvöll mjög spenntur og já, bara pakkað saman þar að Keflavík það var hryllileg stund í hérna á Laugardalsvölli svo ég þú veist, ég hef verið rekin út af líka á Laugardalsvölli sem ekkert best Hvernig var það? Kitty Jak sendi mig í bað eftir að hann Höskuldur þingmaður hljóp á mig í leikta Þórhals framherji Hvar var hann að spila? Hann var að spila fram hann skoraði eins og titlingur árið áður fyrir Káa framararnir keypti hann framararnir voru svona búningum með risa viðskiptanett hérna framan á það var umdeilanlegt rautt þetta það er bara eins og það er við slum fara yfir í landsleikin áfram Ísland, áfram fótbolti, áfram landlags, áfram bleikja og áfram lagsins á besti frá landeldinu góða hjá Samherja fæst í alls konar bragðtegundum út í búð Já, Ísland, Úkraína kvöld, þetta er eiginlega stóri leikurinn munum 1 annað sæti gefur umspil, það er ekkit við förum aldrei áfram í öðru sæti Ég held að það sé fínt að minnast á þetta Já, það er eins og að sé einhver svona að þið er búið að breyta svolítið system og það umspil verður blíðþungt Já Þú veist, þar eru alvöru þjóðir þannig að hérna, ég held að fólk ætti alveg þú veist, þetta væri frábært náttúrulega að komast í umspilið fá fleiri toppleiki en hérna, liðin sem er í öðru sæti í þessu riðlum núna þetta eru fínustu lið
Já, ég leyni sko mína hlustendur, ég kem með allar þær upplýsingar sem ég á fyrir það og það maður sem hefur verið að fylgjast með öllum æfingum fyrir doktorfútból og ungu strákur sem hefur verið að fylgjast með þessu og það Elías í markinu í kvöld, svo frá hægri í vörninni þetta Gulli, Sverrir, Daniel og Mikael, svo þetta Hákon og Ísak á miðsvæðinu, Albert og Jón Dagur út á vængjunum og svo það Andri Lukas og svo Sævar Atli frammi. Þetta svolítið lightweight miðja. Já. Ég vilja Stefán Teitat inn og þarna já, hún hefði fært Hákon og kant. Þetta allavega það sem að þessi þú veist, þetta náttúrulega ekki staðfest en þessi hefur verið að fylgjast með ég mjög hrifinn af þessu. Já, hann segir við mig hér að þú getur séð æfingainslag hjá KSÍ þar sem að Hákon ekki, hann fekk eitthvað högg og hann verður skoðaður meðan dag í dag. Ég hef viðtalið í gerðsamt að tala hann eins og hann væri svo spenntur og langaði bara að sofa núna svo ég svona veit ekki alveg með þetta. Nei, en hann allavega sagði að þú getur farið á Instagram og séð eitthvað vídeo þar sem að hann ekki inni, hann fekk einhverja tækningu þarna á æfingu. Að doktorfútból leikmenn að vinna sína fótgönguliðarnir eru út allt að fylgjast með. First line of defense, sko ég eiginlega svona mest kannski hrifnastur af innkomu Sævars Atla í þetta lið, þú veist, verið mikið rætt í þessu þætti að vera heitur og hann hefur náttúrulega verið að standa sér frábærlega í Evrópuleikjum, hann kallaður Evrópu Sævar í Bergen sko og gengur náttúrulega mjög vel hjá Brann. Já, þannig að töpuður ekki illa. Já, töpuður fyrir Víking, það var reyndar, ræðum það ekki en ég held að hann og Andri Lukas eigi eftir að virka mjög vel saman hann sem fremstu þeir. Já, maður bara vonar það og þessi leikur algjör líkill leikur í að komast í þetta umspil og ótrúlega ósanngjarnt finnst mér að UEFA fái bara 16 sæti ef þið skoðum með að við eins og Suður Ameríka sem allt gallerí fyrir áfram, ég held að sko Venezuela held ég einhvern veginn að fara í eitthvað umspil með þess að Já, ég meina, þeir eru náttúrulega, það virðist vera markmið hjá FIFA að fjölga í raun og veru allstaðar annarstaðar hlutfallslega meira heldur en í Evrópu og það væntanlega þá bara gert til þess að dreifa, þú veist dreifa gleðinni sem víðast, ég meina við erum að sjá Afríku, við erum að sjá Asíu fleiri lið svona hlutfallslega úr þessum löndum að komast inn á HM. Við sjáum það að eftir innköst í ár þá hefur verið nánast þreföldun á fjölda skota innan við 5 sekúndum frá innkasti eða 5 sekúndur, hvort það eru 3 sekúndur hver getur kastað þessu lið? Hver kastarinn okkar? Það Gulli? Hver var það aftur? Var það ekki Stefán Teitur? Var það ekki Stefán Teitur sem að koma alltaf og kasta en hann alltaf ekki í liðinu. Grindvíkingurinn Af hverju minni mig eins og annarkvort Nei. Grindvíkingur hlýtur að geta kastað. Já, hann lætur ekki hafsendi kasta. Nei, það er frekar skrítið. Innkast, sko. Það er rétt. Þetta nú nýjasta trendið og ef einhver tilbúin að elda trend þá það Arnar Gunnlaugsson sem að vill ábyggilega geta átt þetta í vopnabúrinu. Já, ég bara hrifinn að því að það ekki verið að sko fórna leikmenn út á kostnaði leikkerfis eða að þeir spili svipaðar stöður eða eitthvað svoleiðis. Markmiðið virðist vera mjög einfalt og það að koma bestu leikmennunum fyrir inn á vellin. Alveg sama hvernig það gert. Og þá ertu vissulega að spila, ég menn þú ert að færa Jónda yfir hægra megin, þú ert að setja Hákon og Ísak saman á miðjuna sem að Kili segir, svona temmilega létt miðja en Ísak hefur sýnt það, hann mjög góður varnarlega í þessu liði. Og svo ertu líka að setja Albert inn á kantinn sem bara, þú veist, og ég gerir nú ráð fyrir því hann muni koma svolítið inn á völlin og Mikael Egill fái svolítið frjálsað að fara þarna fram á því, sko. Já, þetta verður mjög Jónda verður út að hægri? Jónda verður út að hægri. Ok. Myndi ég halda með þessu uppstillingu sem að þú sagðir. Já. Ég tölur trefnur á hann mútu vinstri, sko. Já, ég alveg sammálaði, en ég meina ég gerir ráð fyrir Albert vilji frekar vera út á vinstra megin. Algjörlega. Eitthvað að óttast í þessu Úkrænulið? Ég veit að Kili, þú nú stúdur þetta Úkrænulið meira en flestir. Já, þetta náttúrulega klassíska, Súdakov á miðinni, enda pakka hann okkur saman síðast. Tiziganov meittur, sem ég hef verið hrifinn ekki til leik með Girona. Dóbik verið svona on-off með landsliðinu. Þeir hafa ekkert verið eitthvað að setja trössit alvarlega á hann, sko. Svo já, það svona helst þessir, sko. Sko á EM í fyrra, þeir náttúrulega hent okkur út í þessu umspili, þá voru þeir eitt af vombriða liðun. Já, það bjóstum mjög miklu.
En það virðist samt vera einhver svona kergja í liðinu með það sem maður sá af Lúnin að það einhver fíla þar Hann kemst bara ekki í liðið Nei, hann kemst ekki í liðið en það samt sem maður áhugavert að sjá nú fer maður á Sofascore og Footmob og eitthvað svona þá alltaf þessi predicted line-up sem auðvitað ekkert kannski alltaf eitthvað brjóðlega mikið marka en þar þeir með Sudakov út í vinstra megin Jarmoluk og Bondarenko á miðjunni og svo Kaljusni þar fyrir aftan hvort það mæti í einhverju svona 4-1 kerfi eða eitthvað svoleiðis af því að Keflvíkingurinn á miðjunni Já, jafntefli væri ekkert léleg úrslit fyrir Ísland Nei, alls ekki Samt við eftir að fara til Úkraínu en það er kannski á Póllandsmyndi að það ég ætla að segja kjölfært það ekki einmitt spennt út í völlur Ég ánægð með Kela sko því að Trump búin að stoppa 7 stríð þú bara gerir ráð fyrir að það ekki 8 líka Það þannig en ég ætla að segja að það er einmitt ekki út í völlur eins og við erum vanir erum við förin til austur Þannig að við mætum þeim í Póllandi í næsta mánuði. En ég mjög peppar að sjá hann Ívan því ég sá eiginlega alla leiki, ég var nýfluttur á Suðurnesjum þegar hann var í Keflavík spilaði þessu frábæra liði sem inni heldur Rúnar og hann og Adam Ægir og fleiri góða spenntur að sjá hvert hann komin sko. Hann var mjög góður í Íslandi á bara ekki nógu mikið talað um það menn voru einhvern veginn ekki að pæla í honum bara Jú, ég man að helling talað um hann En þú veist, alla leikinn sem ég sá var svakalur Siggi er ekki segið þessi besti leikmaður sem komið til Íslands og Nei, meina, ef hann tala ekki um að hann startar í kvöld ég meina, hann í frekar öflugu liði í Úkraínu ég myndi Metallurg eða Metallist eða eitthvað Já, ef ég ætti að svara Siggi þá myndi ég segja Alexander Scholz Sko, já en nei, ég Jim Betts en þú veist, ok, það er að fara í þetta en sko, og Lýsja þú veist, ef þú ætlar að fara í David Já, ég er eiginlega meira meina sko besti at the time þeir voru þeir voru leiðir niður Það var áhugavert sko að ég var að tala við stjórnumenn Keflvíkinga sko hann og þeir sögðu bara, þú veist hann svona einn daginn komið til þér og sagði bara, þessar 2000 eurur sem ég er að fá hérna er svona aðeins svo lítið sko fyrir mann og þeir bara, já, við skiljum það við bara eigum ekki neitt sko eða þú veist það bara, erum við eruleikum með að borga meira eða hvernig segja það var og hérna Keflvíkinga meira segir reynda að hjálpa honum og reynda að bjóða hann í önnur lið og hérna þeir sjá ábúinlega vel eftir því í dag þeir sem hafa síðan vegferðina á þessum leikunum með hvaða liði leikur hann í dag? Hann er í Metallist Já, Metallist heitir þetta sem er bara eitt að liðunum og er búin að vera bara með betri leikmunum í Metallist sko. Hvernig hafa þær haldið úti fútbolta í Úkraínu? Það er ótrúlegt Ég skil það ekki Nei, þetta er magnað Hann var í Oleksandriana sem var að koma að láni hann í Keflavík En nú til dæmis, nú bara viðkynna ég fáfræði mína en hvar til dæmis spila öll liðin á sínum heimavöllum eða er spila Dínamo Kýf bara í Kýf og Ég held það Setta Donetsk bara í sektar Nei, þeir eru náttúrulega á þessu svæði Þeir eru nálagt eða ekki Krínska, já, ég við slum passum okkur aftur, ég bara En sjáu ég, hann verður pirraður eftir selin í Keflavík og fer í Kerala Blasters Já Það er verið að fengja ágætlega að borga Indlands, ekki Er það ekki liðið sem að Sol Campbell þjálfaði? Jú, ekki, var ekki Gauji Bald þar? Jú Og Gauji Bald þar? Já, Vesper á ég held það, þetta rennur allt saman í eitt Loop Zero Við erum í leitað Hero þá förum við Loop Zero og Loop auðvitað í góða leiknum sko förum í 21 árs aðeins Hvar er 21 liða að spila? Þeir eru að spila í Sviss Og eiga er sjens í heimavinn Ekki hugmynd á getur Stína Svissin myndi halda ekki með úrslitinni á 21 árs skipti sko. En maður mitt horfum bara í úrslitina þá hugsa að þetta verði erfitt hjá þeim Það 21 árs landslið virkar ekki þannig að ef að þjálfari gengur illa eins og kannski ef að Ólafur Ingi Skúlason tapar þessum leik þá er ekkert verið að skipta þjálfari 21 landslið Nei, ég er ekki þar, þá áttu bara að fá að klára samningin ekki nema sá samningur sé eitthvað til 4 ára í viðbót sem er heldur ólíklegt ég held sé bara samið með 2 ári í svona senn-is, kannski fyrsti samningurinn er 3 ára og þarna, nei, þú veist Já, þjálfari skipta máli en mestu leiti í úlingalandsliðum að mínum að þetta er þetta leikmennir Já, ég vil ekki sjá eina krónu fari í eitthvað compensation til yngri þjálfari nema eitthvað komið upp á þú veist, ef þetta er bara eitthvað úrslit sem ekki að detta okkar megin og whatever so be it maður líka bara veit fyrir víst að Ólafur Ingi er mikil smetinn í Laugardalnum það er ég held að það sé bara staðrend Svo held til
svo held ég líka með að A-landslið versus U21, það ekki sami undirbúningur í U21 og A-landsliðinu sko, og það á ekkert að vera þannig, þú ert að reyna að þróa leikmenn mögulega að spila eitthvað sama kerfi og smá líkt A-landsliðinu, en það ekki að skella ykkur því líki skuld og hann eins og A-landsþjálfarinn sko. Var hann ekki líka í viðtalum daginn að segja hann hefði nú mikið áhuga á því að fara, eða svona hann sé farin að horfa í félagsliða þjálfun og mögulega geta eitthvað gest í því, ég meina það geti mögulega verið að fara á stað einhver rosalegur kapall með störfin sem að verið að tala um að verði mögulega laus og séu laus, þá geti nú ýmislegt gest þar. Heldur betur, þannig að já, bara áfram fótbolti, sé ég. Já, áfram fótbolti. Já, Dr. Fútból notar Happy Hydrate, hann fór úr 2 stikum af kreatíni yfir í 3, breaking news, Happy Hydrate. Finnur munna þér að? Já. En ég líka eldgamall sko. Þú veist ef ég æfði svona eins og ég ger í dag fyrir nokkrum árum síðan þá var ég... Hvað er það bekkja? Ég ekki bekk. Okay. Af því ég með það líðast eins og ótrúlega það hljómar. Þá má ég ekki bekkja sko. Hvað máttu gera? Þú búin ekkert beigja meintilega? Jú, okay. Ég geri allt. Ég var að taka Happy Hydrate á hann og hrista og þá var einhver guður sem labbaði eitthvað af því að í sporthúsinu nú komið padel, hann spurði mig hvort ég var á leiðin í padel. Ég hendi mér í enni með hann. Ég sagði bara ef þú labbar að bodybuilder og spurði hann hvort hann sé á leiðin í padel. Og ég svona aðeins kista hann menninu og ítt honum frá mér. Þannig að ef vilja gera mig trilltan í gyminu. Þetta var svona ákvarðat pre-workouti sem ég þurfti. Ég fór algjörlega geðbilaður út í sali og fór að körla bara í rólegheitunum og tók svo negatífun á móti. Sko, káringar. Sko, ég fekk símtal bara seint í gærkvöldi. Það sem tilkynnt að káringar séu að búin að framlengja við Óskar Hrafn. Eitthvað til í þessu? Ég hef ekki heyrt það. Ekki heyrt það? Nei. Þú varst að fá þetta í gærkvöldi. Og hvað ætlaðir þá að tilkynna það? Sko, eða ætlaðir að bíða með það? Sko, hann sagði sko, það var verið að klára nýjan samningu við Óskar Hrafn og þessi heimildamaður minn sagði, ég ekki viss hvort þetta sé 2 eða 3 ára. Þarna á bara eitthvað að segja, heyrðu, skiptir ekki öllum máli hvernig við ætlum bara að halda okkur við þessa vegferð. Hafið þið komið að fjöllum? Ég kem að fjöllum og bara aldrei hýrta. Já, en bara, ég meina, maður finnst þetta samt sem að það mjög eðlilegt af káringum að vilja þetta vegna þess að þetta nú svo sem við höfum alveg séð sársaukafullar byrjanir á vegferðum. Ég meina, Arnar Gunnlaugsson var nú ekkert langt frá því ég mitt að fara með Víkingana í alvöru fallbaráttu áður en að mótið flautað af. Já, hann var svolítið heppinn að það voru 2 hræðileg liði í deildinni þá. Já, reyndar. Fjölnir og Keflavík. Reyndar. Nei, Fjölnir var bara, já, Fjölnir og Grótta. Já. Þannig að manni finnst það alveg eðlilegt, ég held að flestir sjáu nú að það sé meira spunni í þetta káirlið og þú veist aftur, þú varst að ræða hérna í vikunni, þá varst þú að ræða þessi svona undirliggjandi gögn, það er að segja expected points og expected goals og eitthvað svona. Káir hafa verið að performa vel í öllum þessum þáttum en hafa kannski ekki náð, býtu, hvað nú? Nei. Já, okay. En hafa kannski ekki náðið mitt að, þú veist, og maður sá það kannski bara sérstaklega í leiknum móti Aftureldingu að þetta bara svo brotið, þetta allt svo brotætt þegar þeir komast yfir að það bara eins og þeir hafi bara ekki trú á því að þeir geti unni leikin leið og þeir ná að tengja saman 1-2 sigra sem að ég held til dæmis þessi staðanlimis bara eins og með Breiðablik. Bara þessi sigur móti Fram getur bara verið svona ákveðin vendipunkt. Ég hef haldið í Fram í 2 mánuði, það verður bara aldrei gerst. Það kom að því, en það sem ég held með Óskar, ég held að gæti alveg virka verið KR. Óskar yrði yfirmaður knattspyrnumála og myndi finna einhvern nýjan þjálfara. En nýji þjálfarinn að mínum mati yrði að einhverju leyti vilja spila eftir hans hugmyndafræði en einhvern veginn tvíkaði til. Lásuð þið pistil eftir Halldór Armand þar sem hann var að tala um hugmyndafræði fótbolta? Nei, á eftir. Þetta var í sunnudasmókanum, ég skoraði þá sem að komast í þann ágæta pistil. Hann er svona að tala um að það er allir obsessed af einhverju hugmyndafræðum í dag og ótrúlegustu menn og gerir svona gísað Rúben Amorim í þar, en svo talar hann um hinn fullkomna þjálfara í Carlo Ancelotti sem bara veit að hann er ekki fullkomin, veit að og svona, ég svona sem man ekki nákvæmlega lið fyrir lið hvað Halldór skrifar en hann svona fjallar um að Carlo Ancelotti skilji þetta hvað þetta snýst og annars líkt og raðar upp því sem hann hefur í höndunum hverju sinni 4-2, 4-3, hún er alveg sama. Já, hann er svona, já, þetta er skemmtileg pistil frá hann, þetta er í sunnudasmókarum síðasta og aðeins fjallaðum þetta, eða þú veist, það fer yfir þetta þar. Nú,
Hallgrímur Jónasson búinn að skrifa undir nýjan samning. Hallgrímur Jónasson stundu kallar Haddi. Já. Eða eins og fótbolti.net skrifar Haddi framleiti. Þetta frétt af fótbolti.net. Þetta áhugavert, aftur. Ég meina, þarna var að sjá dæmi annan þjálfara, eins og við sáum með Rúnar Kristins, sem að skrifa undir áður en að tímabilinu lýkur. Já. Sem bæði klókt hjá félögunum að festa þessa þjálfara, en að sama skapi, ég meina, þú veist, ef að þeir hefðu áhuga á því að færi viðræður við einhverja aðra klúbba, þá hefðu þeir beðið, báðir tveir. Af því að báðir tveir hefðu fengið samtal, myndi ég halda frá 2 til 3 liðum. Heldurðu að Hallgrímur Jónasson hefði fengið samtal? Hjá Val, ég held það, Ok, mér finnst bara, Hallgrímur Jónsson frábært að vinna hennar bikar, en fyrir utan það finnst mér, mér finnst K.R. að vera underperforma undir stjórnans í dildinni. K.A.? Já. En búin að klára fórstabikarinn til Já, fórstabikarinn og bikarinn líka. Þannig að það ýmislegt í þessu. Það var efnilegu strákur á leiðin til Víkinga. Björgvin Brimi Andrisson að sjálfsögðu og við þekkjum að Benoni bróður hans. Strákur sem að sá ekki fram á neinn tækifæri á K.R. fer í Gróttu, slær þar í gegn og komin í Víkinga. Já, ég var alveg vitað þessu stráki eitthvað tíma, maður var að þjálfa í kringum þessu árganga, maður var að þjálfa á sín tíma. Ég skilji einhvern veginn K.R. mista hennar strák, sko. Nei. Bara ég held einhvern veginn að hann fór í Gróttu veitu. Fyrst held ég þetta vera lán, ég skoða betur, og svo þetta var fjölskyldinni, ég hugsaði, það hlýtur að vera eitthvað svona goodwill á milli K.R. og Gróttu að hann komi bara aftur ef þetta gengur upp. Þetta finnst mér ótrúlegt. Já. Ég sá hann í sumar mútið Hödd að spila bara 90 mínútur í .net byggarðum, hann var frábær og það svo mikið eiginleikur í hann, hann bara fer á menn, bara sókn eftir sókn og þetta væri akkurat leikmaður sem Óskar myndi fíla þetta. En sér hann fram á tækifæri með Víking? Já, Víkingarnir væri líklega ekki að sækja nema þeir hefðu trúan. Já. En ungi leikmenn hafa nú alveg verið sóttir áður og svo bara lánaðir og svo verður ekkert úr því, sko. Já, svo það ekki bara planið, þú veist lána í 1 ári í lengju deildi eða eitthvað. En Víkingar hafa náttúrulega sýnt fram á það að þeir geti búið til leikmenn og geti farið með atvinnum, sko, og þú veist, þetta risa skref upp á við á Íslandi og góð leið í atvinnum, sko, að fara í Víking. Já, ég meina Víkingar hafa líka sýnt að þeir geta lánað í liði neðri hlutanum og leikmenn hafa gert vel þar, sko. Þannig að þú veist, það á blóðið ansið auðvelt að selja þetta Víkingsprojekt. Já, með eitthvað margir að fara út þarna, þú veist, eftir að koma hann síðust ár, sérstaklega Brotnir heimur og Atumesku, þeir eru frábæri með hóstráka. Já, heldur betur. Erum við Brotnir eftir Atumesku? Brotnir, ég held að koma svona, já, þú veist, Atumesku, svo þetta ofta ekki Atumesku, þetta bara eitthvað svona úlingaliða dæmiðar, svona, jú, þú ert á viðkvæm aldrei og þetta voru erfitt. Þú ert með í Hollandi enginn ennir að tala við að vera vinuðinn og eitthvað, sko. Já, þetta einn harði heimur atvinnum, sko. Já, atvinnumennski, ég myndi segja þetta væri svona einhvern veginn úlingalið, en þetta það, já. Heldur betur, við skulum spila Smash eða Pass. Já, Smash þetta nammi hér, sem ég hef fyrir frá mig, fyrir ykkur sem er að horfa á YouTube. Þetta norsk snild. Þetta ekkert eðlilega gott. Já. Bara svo þessi sagt eins og þetta súkkulaði húða Buggles og ég með hugmynd af vöruþróun. Seta piparmyntu, eða svona piparduft svona saltpiparduft yfir þetta. En þetta rosalegt nammi. Spilum Smash eða Pass, leikmenn sem þið og ég ætla að fara í sameiginlega ástikkar og fara í Breiðablik. Þið ráðið báðir í Breiðablik og við byrjum á fyrsta leikmannum Smash eða Pass, Þorri Stefán Þorbjörnsson. Það gæti ekki verið meira Smash. Gunni ekki hrifinn. Ég meina Kitty Jóns gamall, hann getur spilað vinstri bakvörð okkur vantar að mínum að þetta vinstri út af hafsend sem hann getur spilað með Áskar Helga setna mér, hinn 2 gamlir. Það er gaman að vera hér, sko. Þú ert í svona stjórnarandstöðu rammanum og Gunni er í valdastjetinu og auðvitað Dóri Árna vildi ekki þennan strák í vor. Hvað heldur þú núna eftir að sé þennan hávarsnast vinstri fóta leikmann? Vildi Dóran ekki? Já, það er allan að saga. Já, ég heyra þannig að frekar vilja að taka Damir ásamt fleiri maður innan borðs. Hvað stendur þú, Smash eða Pass? Jú, þetta er Smash. Þetta er Smash, tvöfalt Smash á Þór og Stefán. Ómar Björn Stefánsson, Smash eða Pass? Pass. Við eigum bara svona stráka. Já. Hverja? Birkir Örn. Til dæmis, 2009 mótir Birgir Þórsson 2009 og ég meina það 2009 árgangurinn í Breiðablik er mjög öflugur, margir leikmenn þar sem að sérstaklega fram á við sem að er 2009 sem er 16 sem er 16, já. Þessi 2004 og er búin að samla sig í deildinni. Já, ég veit það, en þú veist, eins og ég segi, þú veist. Og hann skora mörk. Já,
Já, við svo sem höfum séð áður leikmenn spila fyrir Skagan og skora mörk og kannski þrífast ekki annars staðar. Við vegum líka Ágúst, ég veit alveg Ágúst Orri skora ekki mörk en ég nokkuð við sem Ágúst Orri mun skora mörk en það verður að ná fram, sko. Heim Ágúst Orri, heim Aron Bjarna og það leikmenn í þessu stöðu, sko. Þannig að þið, hvað segir, smass eða pass? Pass. Fókum næsta veginn, Eiður Gauti Sæbjörnsson. Smass allan daginn, en bara ég held sem aldrei fara að fá hann, sko. Því hann ákvæðingur mikill og já, ég held að hann muni þóttir muni falla, muni stikka við KR, sko. Nei, hann aldrei að fara að spila aftur í neðri deildina. Og hann ekki bara að spila plus 10 mörg og spila í neðri deildina. Ég held ángrínsjörar að allir leikmenn í KR, ef það færi svo að KR færi niður, að allir leikmenn í KR. Aron Sig gerði ekki. Jú. Ángríns, ég held að. Á þessi gaur ekki pappa sem eitthvað rosalegu káringur, eða? Myndi hann ekki bara skamma hann og henda hann út af heimilinu? Sæbjörn Guðmundsson, nei, það er bara, þú veist, Eiður verður bara að spila í efstild, hann getur ekki eitt enn einu ári. En hann eðist einu ári, sko. Það er ekki meira það. Þetta hann á aldrei spilaði fyrstildinu. Ég held að allir KR muni stikka. En jú, að sjálfsögðu þetta smass. Þetta er bæði smass, tvöfald smass á Eiður Gauta. Svo hér með Kára Kristjánsson frá Þrótti. Smassi, Kili stjórnarnarstæðan segir smass, hvað segir þið sem ráðið? Pass. Sko, þetta er náttúrulega, að mínum að þetta svolítið svona svipu típa og svona Höskuldur, Gísli, Viktor Karl, svona framalega fyrir framan á miðinni. Ég sá hann á kant í sumar líka og þarna, mér finnst líka bara þurfa mann til að íta á til dæmis Viktor Karl. Ég veit að þetta er frábær leikmaður en hann þyrfti eitthvað svona gæða bara til að mæta í andliti á honum og þá myndi hann þurfti ekki að sjá upp að leveli sitt. En þú veist, myndir Breiðablik þá ekki freka bara reyna þú veist að grípa Gísla Eyjólfsson og leiðin heim úr atvinnum mennsku? Já, Gísli Eyjólfsson þú veist, við verðum alveg að hugsa líka því að Gísli Eyjólfsson er alveg, já, ég veit, hann er 94 módel, hann er að vera 32 sko. Förum áfram, höldum áfram lambið frá Kjarnafæði af því að það er frá Kjarnafæði. Svo erum við einhverjum að fara að baka pítsur. Já, ég panta Dominos en sumir baka þetta sjálfur. Þá er það Kjarnafæði pepperónið af því að það er Kjarnafæði pepperónið. Sterkt líka ef þú vilt. Já, ef þú vilt. Það er allt í bóði. Hvað er að koma þarna? Já, það er Dominos með ostóber. Rómaostu með hvítusúkkulaði. Já, en ekki með hvítum lauk. En ég svartar ólífur er á leiðinu fund. Þú ert að live-tracka og rífa þig í gang. Já, ekki lesa þetta mikið. Nei, ég ætla ekki að lesa þetta. Þetta er eitthvað svona kannski 3000. Nei, ekki vera að pæla í þessu njóttu lífsins og hafa það gott. Það er nú það sem maður hefur gert. Herri, við slum fara yfir í bestu deildina. Víkingarnir, þeir voru pínu savage og hendi flugeldasýningu í smettið á okkur í Kópavoginum. Ég býr í Njarðvík, það er svo langt í burtu, ég sá hann ekki. Þeir hentu bara í flugeldasýningu, maður ætla bara út á palla að fá sér eina síku og setja sér hans í þetta. Nei, bara flugeldasýningu smelt í andlitaðum og þetta var betri flugeldasýning að ég nú sé marga góðar. Þetta var bara menninganótt sinnum 2 sko. Já, flottast er enda ljósanótt. Rosalegt. Ljósanótt er yfirbror og þetta átti ekki breyki hana. Þetta var svakað, maður hefur séð marga góðar flugeldasýningar en hann að klappaði maður. Það eru 5 lyklar á hverju Sölvi fór með Víkinga í fyrirreitnalandið. Fá það frá Blikunum. Ég held að svona til þess að rífa sig upp úr einhverju að þá þarfst að lenda í einhverju höggi og ég held að höggið eftir Bröndbyleikin hafi verið þannig að leikmenn hafi svona tekið sér saman í eldinu. Viðurkennt eigin mistök mitt mót og sett Ingvar aftur í markið var líkill. Sko, ok, Bröndby við er líkill, Ingvar aftur í ég get bara sagt eitthvað það ég er nú alveg heyrt svolítið þetta hann var bara komin á það að Pál mætti að taka við sko. Það átti bara að vera hannig sko. Svo bara hitti Ingvar og Serrano einn daginn og vissi hann var að fara að byrja þegar ég held að varamarkmenn sé ekki mikið að fá Serrano sko. Þetta gæti ekki verið svo ok, sko, ef þið viljið svona ból eins og kelir í, farið í boltamannin þú veist, ef þið viljið segja byggðið bara kelabólinn þetta er Svarti Sandar volum 2 þriðji leikillinn. Ég ætla að segja innkoma Gunnar Vatnamar bara gríðarlega mikilvæg, hann missir af nokkuð mörgum leikjum hann með mitt mót þegar að Víkingum er eitthvað örlítið að fattast flugið. Gunnar Vatnamar er að mínu viti mikilvægasti leikmann í þessu Víkingsliði. Já. Lang hann gerir ekkert miklu betri og bara spili er allt annað með hann og bara allt einhvern veginn og segur svolítið fyrir Gunnar Vatnamar var eiginlega, ég veit ekki hversu nálægt á að koma en hákáðingarnir voru töldur sem voru komin með það er bara fyrir þegar maður eitthvað við færum Ómar sagði mér þetta þannig að svona er lífið þetta voru 3 lyklar 4. leikillinn. Helgi Guðjónsson að finna sig í nýri stöðu hann er með, ég þarf nú að heyra aftur í bróður hans en hann fór
vel yfir þetta með mér daginn ég held að þetta séu ykkur Er þetta óvæntustu bræður í heim? Setjið mynd af Helga Guðjóns og Arnari bróður hans by far en þú getur séð í þessu skrýtna göngulagi Arnars Helgi tekur þetta stundum upp ég séð hann með þetta mjög skrýtið Helgi spilaði vinstri bakur fyrir ég held að rættur maður nokkuð pottur á því með þennan hraða og bara fysík sko ég held að hann geti það svo sem alveg ennþá sko hann er 99 sko vikingarnir voru byrjar að eldast við Helga fyrir mjög mörgum árum síðan og ég var svona, flottur guður sko en hvað, þeir talið svo hann eftir að fara alla leið sko og sá yfir heldur betur staðið sig og náttúrulega líka með þetta frábæra attitút oft verið hent á bekkin og spila lítið og svona geggjaðu gæði sko frábær gaur, þetta eru óvæntustu bræðurnir í íslenskum íþróttum Helgi og Arnar Guðjónsson þannig að ég hefði aldrei tippað á þetta og Helgi er líka klári í svona boltafræðunum hann er oft mætt í quizi á Dóttar fútból staðið sér vel og 50 líkillin ég meina auðvitað hefur það áhrif að Patrik Pedersen meiðist fyrir Val auðvitað er það líkill en þá kemur bara eitthvað nei, það er ekkert svoleiðis ég ætla að slá vopnin aðeins berum nú aðeins klæðið á þessu vopn það verður að gera át allan heim það meiðast menn í öllum liðum en þetta er langbesti leikmaðurinn langbesti og ég meina þú veist og við getum alveg ég held að mikilvægi Antons Loga í Breiðabliksliðinu ég held að það sé erfitt að koma því í orð við höfum bara séð mikinn mun á Breiðabliksliðinu með eða án Anton Loga ég meina Andri Jóman annar leikmaður þú veist, auðvitað þarf að vera heppinn þannig líka það segir sjálft, alveg saman hvort það sé í ensku úrvalsdeildinni eða í íslensku deildinni sko mentaliteti á Víkingum er líka ekki þannig að þeir munu ekki gera kannski eins og mörgunni bara, við erum snillingar þurfum ekki að æfa og leggja allt á þeir munu fara all-in og þeir eru að koma eftir lengsta tímabil sögunar þetta er auðvitað liðið sem gerði það sem við heldum að vera ekki tækt að spila alltaf leik í Evrópu og það gerðu þeir í fyrra og þeir fengu ekkert frí en við erum aftur að sjá að það er erfitt að fara djúpt inn í Evrópukeppni og í raun og veru nánast tengja 2 tímabil saman og verja titilin og vinna titilin 2 ári röð ég held að það verði svolítið bið í að við fáum að sjá lið vinna 2 ári röð ég held að gerist bara næsta ári heldur að Víkingur vinna aftur nei, ég er þar að það þarf 20 góða leikmenn svona 18 til 20 og veist ef að Arnar Gunnlaugsson hefði bara sleppt þessu markmannsfíóskói sínu þá hann bara unnið í fyrra sko, það er ekkert mál Nei, Hjörvar þeir létu mig bara Akkur ertu að þessu þeir létu mig bara hafa sigur í kórnum og ég þakka ég held við munum aldrei fá að sjá stórt moment í íslensku fótbolta eins og leikinni fyrra það sem að allt er undir veist, þessar breytingar aftur, þetta hefur oft gerst en þetta er einhvern veginn öðruvísi þú ert með 2 lið sem er mjög mikið hatur eða svona hatur er stórt orð þú veist hvað ég meina, mikill rígur sko, þetta er ekki það var árið á undan að vera slást í beinni og Gulli Jóns var eitthvað henda sér á milli í einhver góðan pitt slást neitt í beinni, Dóri Átna var að henda sér á hlaup þú veist hvað ég meina, leið okkur að klára og þetta endar í þessum leikar sem að, annar leiðabóðina tvisvar hittibóðina einu sinni allt undir síðasti leikur það verður eitthvað fjasko fyrir leik eitthvað formenlið hann að brjála það er mála eitthvað bretti þú málaði bretti? Nei, ég málaði ekki ég málaði þetta miklu betur þetta var glussað á ég er með alveg rullu en svo ég myndi segja að seinni tíð það hefði fáttur í stærra þetta var frábær leikur í fyrra, ekki spurning og þetta mun alveg gerast aftur á því við fyrst og annars klálega geta alveg gerast aftur en ég veit ekki hvort þessi hefði Valur og Víkingur mest núna það ekkert verið sama dæmi það er miklu meiri saga Valur og Víkingur en það er ekki sama það er ekki sama hatur á milli IAK bara, ég á ekki eins og þurfa að segja ykkur þetta, það er svona 1000 sem stærra þetta náttúrulega Víkingur og Breiðablik sem er bara nýbyrðið auðvitað í gamla þetta er ekki 94 leikurinn kannski að IAK verði aftur eitthvað svona nei, ég sá ekki fyrir mér þegar ég var að spila að Víkingur og Breiðablik er einhver úrslitaleikur í meistararsmóti í fótbolta það var því miður ekki þannig 94 leikurinn er það ekki stærsti sko þið vorum 5 leikla ég er með svona margar leikla með Víkingana það er fullt af þeim finna nýja stöðu fyrir Gylfa það er þessi líkill, það er stóri hvíti líkillin þannig ég er með alls konar
þannig að en ég baði okkur bara 5 lykla. Líkillinn líka náttúrulega að við glemdum að bara ná að róa Valdimar niður því að þú veist, hann kemur nú bara inn á þessu viðtali, hann var brjálaður, Kári kemur líka nú og þetta var mikið sjokk. Já. Ég meina Ragnar Bragi sagði það nú líka bara hérna í þessum þætti. Já, það var bara ákveð að svara ekki síman. Já. Það líka bara virkar bara oft fínt. Já. Sleppti ég að svara í síman og ekki sé einhverju djúfis vitleis. Já, við erum aðeins að taka okkur breyk frá bestu deildin í fótbolta. Hún kemur á fleygiferð næstu helgi. Guð minn almáttugur hvað verður fínt að fá þetta allt saman í gang. En áfram fótbolti og áfram Ísland. Volt eru með doktorfútból í enska boltanum. Og það er svo sem engin leikmaður í enska boltanum. En Volt er held ég ekki í Færeyjum. Færeyingar gerðu svo lítið fyrir í gær og unnu var ekki Hvítar, nei hverja var unnaðir aftur? Hvítarúsland 4-0. Svartfjallaland 4-0. Það voru Danir munu Hvítarúsa. Já. Vá. Hvað er að frétta? Já, ég meina undir 21 ársliðið er að vann náttúrulega íslenska undir 21 ársliðið í síðasta klukka. Ég meina, er þetta plastið? Er þetta plastið? Nei, ég meina, ég held að þetta sé eitthvað stórpartur K.I. Klaksvíks mun alltaf fara langt í Evrópu menna að fengja reynslu þar. Svo er það, ég var að skoða í gær. Mér finnst allavega meirinn ég að sé á þér að leikmenn þóttir síknum bara að spila eins og Martin Agnarsson vinstri bakur, hann er að spila Árhús Fremad í fyrstu lið Danmörku. Adrian Justin er að spila held ég í Kolding eða eitthvað, þú veist, þeir eru farnir að fara meira út fyrir landstæðina myndi ég segja. Svona allavega sem ég hef séð. Svo þetta hefur við með Gunnar Vatnamar líka sem er í besta lag í Íslandi spila fullt af Evrópuleikjum. Áhugavert, þetta er, sko, hvað stráku var þetta sem að fekk 9,9 þarna? Árni Freyr. Já, sem var svona einn almönnum K.I. Klaksvíkur. Ég þekki hann að leika ekki. Í Evrópu, þú síst, í fyrsta rönninur þegar þeir komast inn í sambands, þeir voru nú bara að tryggja sig þarna eftir sigur á Hakkan, sko. Er eitthvað fyndin nöfn þarna í færeyska liðinu? Já, ég var að skoða þetta. Það var einhver varamaður með heldur fyndin nöfn. Já. Það Meinhard Olsen, nei það er ekki fyndið sko, en það var einn Meinhard Olsen, getur ekki verið að minna fyndið? Nei, ég var Reynistad held ég, já Bárður á Reynatröð. Já, Bárður á Reynatröð. Og Jóhannes Bjartalíð, hann er náttúrulega hann er frábærleikmaður. Ég spilaði með leikmann sem heitir Henning Játskór sem var skemmt, en þú veist, mér finnst nefnilega alltaf best að færiskan minni, það er Wenzel Kampan, já það er svona. Mér finnst á lækjunni best. Já, Daniel og lækjunni. Og frá Bartálstofu er líka frábært. Það var Hanus Sörensen, já, mér finnst bara Hanus fyndið. Hanus sem ég fyndið að því að rýma við Anus. Já, tekur háið í burtu. Á rétt. Það er fyrir lækum við nú. Nú ert þú búin að opna þig þetta PEG sem er í tísku núna. Já, ég mun fara lengra viðtals 1 á 1 við þig seinna. Þar sem við förum á dýftina. En þetta myndband sem að er að fljúa. Þetta er ég. Já. Ég meina, við munum samt ekkert, við þurfum ekkert að hafa nýra áhyggjur, ég meina þeir eru reynda komnir á geðveikan völl og einmitt eins og Kili segir, K.I. Klaksvíkur er að gera vel, þeir eru meistarar í síðustu viku í Færeyjum. Við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af því að Færeyjar verði betri en við. Nei. Ekki haft neinar áhyggjur af því, þeir eiga enga leikmann sem getur neitt, sko. Þannig að þetta Færeyjar rung. Ég er grænlendingur, sko. Þeir eiga enga leikmann sem getur neitt. Ég bara tengi betur við grænlendingana. Þeir hafa þurft að hafa fyrir hlutunum. Þú veist, ég veit ekki hvernig, ég held að Gunnar Vatnamar Brandur sér bara bestu gæðir, sko. Þessi gæðir er ekkert eitthvað völdbítari fyrst held í Danmörku, sko. Við höldum áfram í enska boltanum og Hertz, ekki bara bílasala, þetta er líka ekki bara bílaleiga, þetta er líka bílasala. Hertz so good. Drengir, Barcelona, af því að við ætlum aðeins að fara til Spánar og tengja það við England. Barcelona er að fara að spila við Villarreal í Miami. Það er búið að samþykja þetta og ég heldur að meira sem þurft ekki FIFA og UEFA að samþykja þetta og þau ákvaða að vera með. Serie A er að fara til Ástralíu. Hvað er það? Como og hvaða liður aftur? Það er Como og einhver er að fara, er það AC Milan eða það var allavega hvað sem Milan og Como að fara að spila í Milan og Como. Allavega þá erum við að sjá þetta og búið að tala um þetta oft 39. leikin í Premier League og svona. Sko, af því að þú ert nú ólinn í NFL Gunni. Hvaða lið er það sem mæta til Evrópu að spila NFL? Er þetta lélulið? Nei, þú veist, við sáum leikum daginn þar sem að Minnesota Vikings sem er bara mjög fínt lið.
þeir mættu við hvaða lið voru þeir að spila þeir voru að spila við Þetta var á Tottenham-vellinum En bestu liðin ekki að vera að mæta þeir ekki að senda Barcelona og AC Milan ága Þeir senda Kansas City sem er líklega vinsælasta liðið eitt vinsælasta liðið í NFL-tildinni Það er eitt lið sem er kongaliðið það er My Cowboys Já, það er America's Team ég er Cowboys maður sko. Þeir senda þá til Sao Paulo það var held ég bara fyrsti leikurinn hann var í 5. seft Og spilaði í Brasilíu Corinthians vellinum og svo senda þeir, þú veist, ég meina Miami Dolphins vinsælir, LA Rams eru vinsælir þannig að þeir eru alveg að reyna að þú veist, boða út fagnaðar erindi við það og þetta hefur heppnast vel, ég meina leikinni til dæmis eins og á Bretlandi bara, þú veist, ekki fræðilegur að fá miða á þetta nema þú sért með eitthvað sambönd, sko Hvað lið myndu þið fá á parken? Hvað sem að myndi svona tengja okkur normal? Minnesota Vikings auðvitað Já, það myndur fá Vikings og Það var ekki einhver dansku sparkari alltaf í NFL sem var einhver mjög successful spilaði til rúmlega 40 Já, ég man ekki, þú veist, ég hef engan áhuga á þessu en það er allan líka þannig að NBA eru fattin að spila út allt En þeir sendur náttúrulega Brady líka til Berlín fyrir nokkrum ára síðan þannig að þegar hann var með Tampa Bay þannig að þú veist, það hefur alveg gerst þeir spila á Olympíuvellinum í Berlín Þeir eru svona nafna okkur í bók En NBA er líka að fara NBA er líka að fara, já Þannig að þetta er, þú veist, það eru eiginlega allar deildir að gera þetta Ég er hrifinn af þessu, ég er mjög hrifinn af þessu Já, mér finnst þetta náttúrulega bara fáránlegt en ég myndi aldrei vilja sjá Manchester United Arsenal spila á Rose Bowl einhvers staðar Nei, ég meina, erum við einhvern tímann að fara að sjá ég meina, við myndum aldrei sjá Barca Real einhvers staðar, skilur við Er klassík einhvers staðar? Jú, klálega Það er búið að spila hann í Saudi, sko Ekki deildakeppnin Ekki deildakeppnin alltaf Nei, mér finnst alltaf lægi þegar, þú veist, eins og alltaf byggarinn og eitthvað svona, er ekki alltaf lægi Mér Serie A La Liga, mér alveg sama hvað þetta spila en þú tekur ekki Arsenal, Liverpool eða eitthvað úr Englandi, bara glimtu því það er bara allt önnur stemming, allt önnur menning Hvað Premier League er mikið konga-content bara þú veist allir einhvern svona smá vesinu með sjónvarsamningarna sína og ratings og allt svona en ok, NFL eru í engum vandræðum en Premier League eru algjörir kongar í þessu öllu saman höfðu verið að ræða núna hvort að er Netflix verið að orða þá við Champions League og eina sem ég hef ágjur af og ég bara hef ágjur allum streymið þjónustum er þetta delay frá vellinum og heim til mín þess vegna er ég með Cat 5 snúrur heima og ég þarf að fá um leið Hjörvar, það eru ekki nema svona kannski 3 ár síðan að þú talaði fyrir því að streymið væri framtíðin sko. Já, ég held að væri framtíð af því ég held að það kemist nær og nær vellin og svo er þetta bara að farast hvað er þetta samt max? Sko þegar að skora marka á Old Trafford þá er þetta kannski svona þú veist það er 11 sekundur setna eitthvað og gerum afruglega þú veist kannski mínútu eftir í streymi Hjörvar, nei þetta er ekki rétt ég verið í 30 sekundum að ég miða við þú veist það er veðmál að segja erlendis það er bara rauntími sko. Til dæmis bara eins og sem eru með öfluga eins og Epic sem eru bara með öfluga þú veist að bara leða ekki marka þá sérðu það hefur oft verið bara eitthvað 10 sek sko. Já, ég hef séð þetta miklu grófara það og þess vegna er ég alltaf með sko Cat 5 snúrur þykkar ég held líka þess að ég komna sko Cat 6 og Cat 7 snúrur sko. Þannig að þú þurftir að uppfæra Nei, þú veist það uppfæra Já, þá uppfæraðið leið Ég er alltaf held að það komna Cat 7 snúrur sko. Ég er alltaf bara með eitthvað svona 3 millistykki tengd í hvort annað Það er kannski eitthvað að þetta sem kveiknar í húsinu minn heita en mæli alltaf með því að ef þú vilt fá upplýsingarnar strax þá spilum við alltaf með afruglara og þykkar snúrur alltaf þykkar snúrur, líka í öllu hljóðkerfi aldrei að nota neitt þráðulust þykkar snúrur, helst Cat 5 Nú held ég við slum fara og skoða vinnara og lúsera með Einar Á já þetta má hjá Einar Á þín tækifæri eru okkur hvatning til að gera betur það held ég nú já vinnarar í þessari viku sko ég ætla að taka bræðuna sem við vorum að ræða þetta náðan Arnar og Helga Guðjóns ég meina Arnar byrjaði frábærlega vinnur Evrópusigur á móti sterkur liði Bratislava Helgi verður Íslandsmeistari Arnar 2-0 í deildinni með stólana Já, ótrúlegt en Kájó, hvernig byrjaði hann?
Hann er að pakka liðum saman. Hann er 2-0 líka, fór í Þorlákshöfn í gær. Loving the hate is real. Það er að sjálfsögðu Kájó þegar að sjálfsögðu vinnir. Já. Herri, ég ætla að velja loser strax. Nei, byrju, ég ætla að velja vinnir. Já, ok. Náttúrulega Donald J. Trump fyrir að stoppa 7. stríðið og væntanlega fara að taka við friðarverðlaunum Nobels síðar í dag. Það er búið að greina frá því að hann vinnur það ekki. Býtu, hvað er það greint á því? Noregur er búið að vígbúast vegna þess að ákverju upp á hvað hann geti nú tekið það því hann var eiginlega sjálfur búin að grína sig handhafa þessara veluna sko. Hver fekk þetta? Ég veit það ekki. Nei. Ég meina, hefur einhvern tímann pælt í hver fær friðarverðlaun Nóbels? Ég vildi bara að Hefur einhvern tímann pælt í? Viðurkenndu það bara? Nei. Hver var því fyrra? Það ekki verið Hillary Clinton? Nei. Þetta eru gjörspiltu velun, þannig að ég hef ekki áhugað. Það er engar við komst. Ekki þá vera. En ég ætla líka að segja að Miðausturlönd, þeir eru vinnir, það er komin friður og nú getur fólk einbeitt sér að því að njóta lífsins og hafa gott. Heldur að það muni gerast? Já, það er bara, þetta er allt komið, það er búið að sæna allt klárt. Hvað segir ég vona það. Gili minn? Við komum inn á þessum máðan Færeyingar. Færeyingar? Já. Hvað fyrir við neitt leik? Já, bara... Við erum góðið við á. Litli bróðir. Grænlendingar eru líka vinnar. Það er Amarok eru á húru og grænir. Fleiri vinnarar. Fyrir áhuga minnum Harry Skatta. Já, herriðu, sáu þið hérna nett, þeir ætla að fara að setja einhvern streymisveitu skatt. Það er bara þeir verið að reyna að henda okkur til helvítis. Hvað séu, Matti Dalmæ? Matti Dalmæ, hérna, hann byrjaði með nýtt hlaðvarp, Run and Gun, þar sem hann svona fer, hann keyrir svolítið á dýftina. Okay. Já, hann er rosa skemmtilegur. Ég mæli með því. Auðun Blöndal líka fyrir mér er vinnur. Hann er náttúrulega vinnur líka, náttúrulega á leiðinni með Kaffi Darmian á Bústaðaveginum. Kannski einhverjir, ég er nú ekki hefðin að þessu lúser. LeBron James. Mesti lúser aldarinnar fyrir mér. Þetta stönd hjá honum í vikunni að hann tilkynnti það að það væri tilkynning allra tilkynninga eða decision of all decision. Okay. Minnir þá í raun og vera á The Decision 2010 þegar hann fór frá Cleveland og yfir til Miami. En þetta endaði á því að vera Hennessy, VSOP, auglýsing og þetta tísaði hann í 1 dag. Og það, ef einhver maður kann að meta gott whisky þá var það Gunnar Birgisson. Er þetta ekki konjak? Er þetta konjak? Ok, þá er það ekki. Akkur þarftu að vera, þetta er mögulega, þetta er arguably þetta er mögulega top 3 stærsta íþróttanafn sögunar, top 5 kannski. Okay. Af hverju þarftu að af því að hann vill getting paid, hann vill ekki vera bara minnst sem besti íþróttamæðurinn. Hann er með raskatið stappfullt af pening sko. En hann vill vera líka great businessman, hann hefur sagt þetta. Já, það er alveg rétt og hann er það. Klöttsport er mjög svona, þú veist, veiga mikið í öllum viðskiptum. Hvað segirðu Gunni, Kili minn, ertu með einhverja að lúsa þá? Nei, búið lítið. Það er mjög erfitt að finna. Þú sagði sandgerðingar fyrir fyrir þátt. Það er ýmislegt sem að ég er meira fyrir garðinn, við kynna það. Mitt fólk er svolítið í garðinum. Ég var með annan lúsir, ég man bara ekki hvað það var. Nei. Fín saga. Já, bara flott saga. Ég bara hefði verið geðveitt að fá maður. Mér finnst það góð fyrir LeBron. Var þessi gólfringur í síðustu viku hjá eða þessari? Herra, hann var í loksíðustu. Ok, ég ætla að vinna á þig fyrir það. Rosalega hringur. Já. Ég ætla líka að velja sjálf mig vinnir að vera ekki múin að geta þetta því að ég ætla að spyrja þig hvort ég megi opna þetta nokkru sinnum sko, ég hef alltaf slett í. Ég opna eitt svona, Kili. Já, takk þeir. Já, fyrir á þessu Læftrakki á þessu. Gerum eitt strákar, áður við förum í nei eða já með Icewear, þá ætlum við að gera eitt sameiginlega bettbildir, gerum á hérna Ísland-Úkraínu. Til í það. Og byggjum eitthvað skemmtilegt, byggjum aftur betra. Byrjum á Íslandi náttúrulega. Já, bara Ísland, já. Og hvað ætlum við að gera þar? Sævar Atli, mark. Hákon eða? Sævar Atli, ok. Sævar Atli, mark. Ég til í Hákon frekar, ég er hræddur með Sævar Atli gangíkinu og velja honum. Hann er að leikmaður með forsa út á 60. Hver er on Pence? Er það Albert það? Er það ekki? Albert on Pence. Það er ekki að setja Albert. Nó, þú er með Albert. Hann er on Pence. Bæðilið skora, já. Ég held að við vinnum 2-1. Ég held að við lendum undir 1-0. Bæðilið skora, Albert skorar og það er náttúrulega engin vindur þannig að nei, það er lók sko, það eru spjöld, förum í spjöld Jóndag, það grínast spjöld, förum í spjöld Guðlaugur Viktor hérna
Þetta læg Gulli Viktor Já, Gulli Viktor Pálsson Viktor Pálsson Já, hann var guld já. Þannig erum við með þetta Tósi 30 Já, frábær 30 stuðul Gulli 10 skila 290 geðvitt Þetta er ógeðslega gott Skulum fara í neyða já með Icewear Trúið þess ekki Já, ég sá loksins svona norska peysu í Icewear með stórum íslenskum fána Já, og það er nákvæmlega sem ég þarf ég er auðvitað á leiðin til Ameríku ég er að fara til Norður Karolínu og Suður Karolínu að skoða háskóla í Bandaríkjunum og vonandi að fá einhverja krakka sem er að veltaði fyrir sig hvort það er að taka sumarið með Reyni Sandgerði eða fara í einhvern flottan háskóla í Ameríku til þess að taka ákvörðuna og skoða þetta, sjá aðstöðuna, sjá hvað er að gerast í Bandaríkjunum og já, það verður gaman að fá að sýna ykkur það þið sem eru með einhverja hugmyndir að efni í Norður Karolínu og Suður Karolínu þá með ég endilega henda á mig því að við verum bara á flegi ferð að taka upp allan tíman við ætlum meðal annars að sjá Clemson liðið spila Clemson er búið að koma með óteljandi NFL leikmenn North Carolina, University of North Carolina var með strák sem heitir Michael Jordan á sínum tíma við erum að skoða þetta allt saman Wake Forest með alla sína körfuboltamenn og alla sína NBA menningu og svo fyrir við til Duke sem eiga líka haug af NBA spilurum ok Gunni, það er mynd af þér í Liverpool galla hérna og þú ert svo sem það er ekki að koma neinum óvart þetta er nýleg mynd þar sem að þú ert mættur í Liverpool galla hvað hérna ertu gamall Liverpool stund þetta er Liverpool skólinn hvernig skiptir þú? Ég heldur með Arsenal frá degi þannig að maður gerir ýmislegt vinnuna sinna vegna og þetta var eitt af því hvað var? Liverpool skóli í Mosó Þú tekur þitt betur út svona en í þessum Arsenal búningum Þetta var þegar þeir voru í Warrior Það er koppar í þér Nei Sigur Bond spyr, ætlar Gunni að hætta ef Donald Trump fari ekki friðaverðun Nobels? Nei, ég lætt grafa með hann frá og vel grafa hann uppi verður var Kelly heppin ekki Nei, Sofnaði snemma Nú er virts í Liverpool eins og áfengislaus bjór á barnum Já, hann er eiginlega að vera þannig Þú veist, allir svona klefsur en það er ekki mikið að svona það er ekki verið að hella ykkur í mann Kelly myndur ráð við mánuð á sjó Nei, ég held að myndur ráð við svona 2 vikur Vitið það að stjórnvöld eru svona nánast að þvinga mann út á sjóin bara til þess að eiga í sjó á það er bara líka að fá að taka með sér smá heim í kari Nú mun Ísland ná 4 stigum í þessum landstíkjaglugga það er góð spurning Nei Ég ætla að segja nei Því við náum 6 Við náum 3 Við vinnum Úkraínu töpum móti frökum Er Sævar allir besti leikmaður Brann? Nei, það er þarna gaurinn á miðinni sem Bóta voru hann að kaupa það ekki Nei, hvað heitir hann? Hann er í norska landslínu starter sko Svo ég held að það sé nú besti gæinn Ég ætla að segja já, sant Og hefur GB komið til Plovdiv? Nei, ég hef ekki komið til Plovdiv Ég hef ekki komið ángað heldur er Jókeris nýji Sjamak í Arsenal spyr 1 ári á Felix Form Mýre Er nýr Sjamak Sjamakin auðvitað stóð sér vel hann er ekki nýr Sjamak er góð hugmynd að grilla sér sóðna ísu við leiknum í kvöld spyr Magnús Stóruðsson þetta er áhugaverð spurning á grilla Já, bara fín sko Grilla sóðna ísu Sóðna fyrst og grilla Já, ok Má ég sjá menn spyrja hver er flottasta landslistri í Íslands aðra tíma Mér finnst það að vera hvað í kringum aldamót ég sé Rúnar Kristinsson svo sterkt fyrir mér í þessari treyju Ég sé Ásgeir Aron í þessari treyju á pappans Svona Adidas bara sem var bara katalóg Nei, var það katalóg? Það var bara alveg svo frambúningurinn Þetta var bara gamla dag sko. Ég er að tala um kringum aldamótin eitthvað Ég er alltaf hitt með að það er að voru með klaka Já, ég er að tala um þá klaka treyjan Nú hugsa Kjell oft bakfallsspyrnu tilraunina sína í 8. Pólamóts Já, marg oft Ég var næst í búin að hólsbrjóta mig Já Nú ég skil ekki, ég reyna að lesa spurningarnar hérna Já Nú myndi GB vinna köttin í 60 metra sprettlupi Nei, aldrei Nei, nú getur ekki unni Kjella í 60 metra sprettlupi Ég var að setja það á stað
Gunni, ok. Þetta er svo lúðalegt. Nei, þetta er ekki lúðalegt, bara keppa. Bara, heldur getur unni kela í 60 metrar spretti. Já. Hvað að því? Hvað að í hausnum á? Það segir ekki bara nei. Ég ekki almennt eitthvað kokki, en ég held þú ekki breyk, sko. Ég get alveg lofa. Og veist að ég komin svona 10 metrar og þú ert enda að komast á stað, sko. Gunnar Birgir, þú ferðast hægtum, sko. Ég séð alveg. Nei. Let's go for it. Það? Já. Það búlis klárinn. 60 metra sprettur. Af hverju segir ekki bara nei? Af því Hjörvar að þú vanmetur mig sem íþróttamann. Sko, Gunni, ég elska þú myndi gera þannig í körfubolta. Áfram. Ég tók, herru, það er ekki svo langt síðan. Ég tók bara allt 15 teimi sem með mér upp í blikum og ég pakkaði þeim saman í 60 metra hlaupið niður. Þú varst að taka 3, skrifa með þeir voru að taka 7. Nei, þjálfararnir svo voru með mér. Þjálfararnir svo voru með mér. Það er þetta ekkert fyrir svo Guðjón Gunnarsson, já, það er meðal annars. Hann er nú helvíti snöggur, skal ég segja. Já, kannski 100 metrunum þá ná þeir. Helvíti snöggur. Já, þetta hann svo reynist að vera spretthlaupari líka þessi maður. Það er náttúrulega ótrúlega. Þú ert aldrei fljótar en keli. Bara fine by me, þú mátt alveg hafa það skoðum, sko. Þetta verður að gerast. Ég verður með byssuna og setja ykkur í gang. Já, hérna. Nú hef ég heyrt allt. Já, förum í ég ætla að býðum aðeins með neyða, það ætlum að fara yfir í El Grande með kemi.is. Já, slum henda þessu í gang. Kemi að sjálfsögðu með glussan, Kemi með allt sem þú þarft í hreinlæti og auðvitað hlífðarföt, svo eru auðvitað bílaperurnar nýju komnar og það er bílaperur í úrvali þar. Og svo ætla ég að minna á þá sem að leita sér á góðum heyrnarhlífum, þá eru komin nýju Bluetooth tækin. Mér finnst öryggisskónir þarna líka bara því ég hef alveg fengið öryggisskó og svona vinnuskó, þetta er allt viðbjóðslega ljótt, sko, en eru mjög flottir í Kemi. Já, það leggja alltaf upp á að þetta sé líka flott. Kannski mistök, en það er alltaf leið sem að þeir ákváðu að fara, Hemmi og hans fjölskylda. Herri strákar, við erum að keppa í dag við lið frá gömlu Sovétríkjunum, Úkraínu. Og ég satt með Sigurði Bond daginn og það kemur að ljósa að þú getur hendi hann hvað liði frá hvaða landi sem hann getur sagt þér hvað þetta er. Það er þessi nýja kynslu af ungmennum. Þannig að byrjum bara hér, fótboltalið frá gömlu Sovétríkjunum og bara, þú ert með öll þessi lönd. Já, þú ert með öll þessi lönd, bara já. Bara byrjaðu bara. Gerum við Kív. Seska Sofía. Nei, gömlu Sovétríkjunum. Sofía var ekki, Búlgaría var ekki í Sovétríkjunum. Það er þannig? Nei, Búlgaría var aldrei hluti af Sovétríkjunum. Var þetta ekki, það er þannig? Þú ertu fastur að bli einhverju Varsjárbandalagi. Þetta er bara Sovétríki. Það var það búið. Nei, höldum áfram. Sofía er ekki. Já, bara Seska Moskva þá. Já, til dæmis. Ég held að Sofía. Já, ok. Dínamo Zagreb. Dínamo Zagreb, Króatíu. Ok, hvað er með löndin? Ég vissi þetta reynda, sko. Ég held í alvörun að Búlgaría hefði verið í Sovétríkjunum. Já, ok, sko, Sovétríkin var stórt land sem að ég er að hugsa Júgóslavíu. Ég er í Júgóslavíu. En þú sagði Dínamo Kív til að byrja með. Já, ég veit það, en það fyrir fokkið. Það var þetta ég var að hugsa Úkraínu. Ég bara Sovétríkin er Rússland, Úkraína, þá er ég með helling. Ég menn allir með Bati Borisov. Nú er ég farin að efast sjálf á mig, sko. Nei, þú ert ekkert farin að efast sjálf á þig. Sovétríkin. Já, en ég menna, þú veist, bara, sko, Búlgaría, Ungverjaland, það voru ekki, kom ekki nátt. En Rúmenía? Nei, kom ekki nátt Sovétríkjum. Voru bara með þeim í bandalagi. Já, ég er eitthvað að rugla saman hérna, sko. Þetta sló mig alveg stóra landið í Sovétríkjunum var Rússland. Við blikar spilum móti liði frá Úkraínu. Já, ég er með eitthvað á liðu. Þetta bara, ég líður svo heimskum núna. Nei, nú er allt Eystrasalti líka. Það var landið í Sovétríkjunum. Já, bara Lokomotiv Moskva. Já, hárrétt. Zenit.
Er þetta núverandi eða fyrrverandi? Bara allt, bara, ég skal bara gefa það hvað sem er, hvað viltu? Já Rostov Já, Rostov Torpedo Moskov Torpedo Moskva Salgiris já, heldur betur frá Litána eða ekki Já Við erum með Krasnodar Krasnodar, já Flóratallinn Já Nomme Kaljú Já RFS, já, er það ekki ekki þar í Lettlandi? Já, það er rétt. Þeir eru miklu betri, sko, þeir eru drullu í sig, ég vissi þetta Shit, maður, ég fæ einhvern lestur þegar ég kem heima eftir, sko Sochi Sochi, já, er lið sem er FC Sochi, ok Ég var alltaf svona í nærlitunum já Láttu töluna vera, förum eftir El Grande reglum Krasnodar Það var ákomið Það kom, já, ok Þetta er alveg hörmulegt, sko. Nei, Býtu Minni á Sway í klukkan 14 í dag fyrir þá sem að eru komin allarlega hingað í þáttinn 4 Nei. Metalist, já með við vorum alltaf að tala með það Oleksi Andriana, Pæti Liminsko Sektar Donetsk var ekki komið þarna Ég hef búin að fá að hugsa svo mikið Örenburg í Rússlandi En veistu hvað, ég myndi segja þetta með mikilvægur hérna lærdómur í dag hjá okkur Gunnar, þú hefur væntanlega haldið fram að deginum í dag að tengdafólkdurinar hafa verið fættir í gömlu Sovétríkjum Þannig að í dag veistu að svo er ekki Þú hefur fættist í Búlgaríu sem að hefur allan tíð held ég staðið En ég meina, sko Þau tala rússnesku væntanlega Þú var lært það í grunnskóla Þau skilja rússnesku, já af því að ég meina allir Úkraínumenn, Rúmenar Rússar fara í frí við Svartahafið í Búlgaríu Golden Sands og Albena og eitthvað svona strendur, sko Já, ég bara, eins og segi, ég skammast mín ekki fyrir að hafa Hvað heit lettneska liðið sem Víkingur tapa á móti sem hafa reynt svo lengi en aldrei gengið Axel Óskar var á Stefán Ljúbisits Hvað stólegur mér maður? Það er ekki lettar Jó, hérna, eitthvað Akademi eða ekki Tallinn eitthvað Nei, hvað sagður þú? Í Lettlandi sem Axel Óskar og Stefán Ljúbisits spilum með FC Riga Já, Riga Það samt verið rosandi á Búlgaríu hefði verið hluti af Sovétríkjum. Hugsið ykkur liði sem hefur verið með 88 og 90 þegar Hristof Stoichkov og Jordan Letskov og Trifan Ivanov og Boris Mihailov í markinu og reyndar hefur Dasaev alltaf verið í markinu. Já, þetta er nú skemmtilega við þetta líf. Við erum alltaf að læra. Ég ætla bara að hleypa Nei, ég er bara ógeðslega fokkin heimskur, sko. Nei, það er alls ekki gunni minn. Hvað hét liðið sem við blikar spilum á móti? Það stóli úr mér allt í nú. Var ekki eitthvað seta? Það var að Drúga. Nei, það var í riðlunum í Evrópu. Nei, er ekki eitthvað til eitthvað sem heitir Dulgáva eða eitthvað? Strúka. Já. En það er Makedónia, það er gamla Júgóslavíu. Nei, þú ert að tala um hérna þú ert að tala um hérna en það lið var pólst eða ekki? Nei, það var úkraínskt. Dóttor Google þakka fyrir sig. Já, veistu hvað, ég er náttúrulega líka fatt annað að Sovétríkin náttúrulega er ekki til þegar þeir eru hérna fæðist, þannig að þið sáðu aldrei þannig að eðlilega þekkið þetta í gera Byrju, er þetta ekki 91? Sem það verður til, sem að svona leiðust undir lók Fellur, 92 fyrsta mótið sem að þeir taka þátt í sikkur lagi Já, þeir sem 92 þá spilaði sem samveldið CIS, ég held að valdaránið sé þarna 90-91 og svo kemst minn maður til valda Boris Jeltsin Já, Boris Jeltsin, já Mikil tennisáhuga maður og við fengum síðan ávextin af því síðar og fengum fullt af frábæru tennisfólki frá Rússlandi. Guð bless ykkur öll áfram Ísland, áfram fótbolti, áfram Gunnar Birgisson og Keli og minni á að bólarnir eru til í boltamanninu.